Ok, þá segi ég bara, gerðu svo vel, Vífill. Já, þá takk fyrir það. Þá ætla ég nú að byrja á að deila skjánum. Ég held að þetta sé rétt gert svona. Ekki allir sáttir við þetta. Sjást ekki glærurnar? Ok. Já, ég ætla sem sagt að segja ykkur frá sem sagt, eða fjalla hvernig COVID-19 hefur breytt búsetuskilyrðum á landsbyggðinni og ég ætla svona vinna ofan á gögn sem að hafa safnast saman í könnun sem að við höfum kallað íbúakönnun landshlutana og það vill svo vel eða heppilega til að við eigum stóra könnun frá 2016 og 17 og svo aftur núna 2020 COVID árið og við getum gert svona samanburð. Þetta verða samt að teljast sko svona ákveðnar frumniðurstöður því að hérna eingöngu lýsandi tölfræði að ræða. Hér ekki búið að vinna úr hvort að niðurstöðurnar séu tölfræðilega áreiðanlegar eða þess háttar marktækni og svo framvegis. Þannig að hér verður menn að styðjast við augun eingöngu nánast. En við sjáum samt ákveðið mynstur. Nú, þessar skoðanakannanir, þær hafa verið samstarfsverkefni landshlutasamtakanna þessi árin sem að við erum að nota í þessari greiningu. Samstarfsverkefni landshlutasamtakanna allra og byggðastofnunar. Markmið þessar könnunar hefur verið að kanna hug íbúanna til búsetuskilyrða, aðstæður þeirra á vinnumarkaði og afstöðu til nokkurra mikilvæga atriða eins og hamingju þeirra og hvort íbúarnir séu á förum frá þeim landshluta sem hann býr. Nú, við höfum unnið þetta í samstarfi, fengið digga aðstoð frá Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri sem safnaði úrtaki fyrir okkur í formi netfanga og þessi nýjasta könnun hún fór fram september og október 2020 og hinar svo fyrri líka í sömu mánuðum. Hún sem sagt send út á 3 tungumálum, íslensku, ensku og pólsku og þessi greining hérna hefur verið í mínum höndum, þar að segja þessi sérstaka greining, COVID-greining getum við sagt. Við höfum verið að skipta landinu upp í 25 landsvæði í þessari könnun. Þetta er auðvitað allt spurningum hvað við getum brotið hluti mikið upp, bæði út af fámenni og svo út af kostnaði. Það margfaldar kostnað við svona könnun að brjóta mikið upp eftir landshlutum þannig að þetta eru 25 landsvæði sem eru svona nokkurn veginn á pari við það sem að Byggðastofnun hefur kallað vinnusóknarsvæði. Það er svona, það allavega var svolítið á bakvið það, já, svolítið það sem við vorum að hugsa þegar við vorum að skipta þessu upp en þó gengur samt ekki alltaf að öllu leyti upp þannig. Nú, við sem sagt náðum í könnuninni 2020 náðum við rúmlega 10.000 svörum eða þáttakendum inn en 16 og 17 voru þetta tæplega 6.000 þáttakendur en þá voru ekki alveg allir landshlutar með. Það vantaði inn í greininguna Norðurland eystra og Austurland og höfuðborgarsvæðið var heldur ekki með þá. Þannig að í þessum samanburði þá styðjumst við aðalega við landshlutarna sem voru með í báðum könnunum til þess að fá svona sem hreinastan mun.
Já, nú, aðalgreiningin byggir á 2 spurningum. Sú fyrri var, hvert álit þitt á stöðu eftirfarandi þátta eða málaflokka í þínu sveitarfélagi og síðan gátu þátttakendur valið þá á milli þess að segja það vera mjög gott, frekar gott, hvorki né, frekar slæmt, mjög slæmt eða möguleikann vil ekki svara og þeim svörum var þó hent út. Síðan voru unnin meðaltölu upp úr þessum svörum og þið sjáið að mjög gott fékk einkunnina 5 og mjög slæmt einkunnina 1 og svo koll af kolli þarna á milli. Síðan eftir að þessi spurning var kom upp, þá gátu menn gefið þessum þáttum, 40 þáttum, einkunnina 1, ja, 1-5 þá og þarna safnaðist upp mikið af gögnum sem hægt var að greina og síðan þurftum við þetta stytta orðalagi fyrir hérna grafísku framsetningu og það má renna yfir þessa töflu til þess að skeignast betur fyrir það hvernig orðalagi var nákvæmlega í könnuninni. Og síðan kom spurningin, svo seinni var þá hver eftirfarandi þátta málaflokka finnst þér skipta miklu eða litlu máli fyrir áframhaldandi búsetu þína í sveitarfélaginu og síðan gátu þáttakendur þá valið í hvern af þessum 40, aftur sömu 40, valið annaðhvort mjög miklu, frekar miklu, hvorki miklu né litlu, frekar litlu og svo mjög litlu. Og auðvitað svo var valmöguleikinn vil ekki svara þarna inni. Nú, það sem að, já, halló, já, ok. Þessir 40 þættir sem valdir voru til grundvallar byggja á svolítið þessari sögu, byggðarannsókna innan hagfræðinnar. Ég byggi mína þekkingu alfarið innan hagfræðinnar og þar erum við getum við rakið okkur svona lengst kannski aftur til 1885, þar sem að Ravenstein okkur byrjaði að fjalla búferlaflutninga og hvaða lögmál þar giltu. En svona fljótlega þá fer innan hagfræðinnar svona pælingar mikið að hverfast landfræðilega breytileika launa. Fólk væri að flytja á milli landshluta til þess að bæta afkomu sínum í launum hvað laun varðar. En svo áttuðu menn sig á því að það voru fleiri þættir þarna inni og ýmsir skynvirðisþættir sem kallaðir eru. Það hversu mikil var opinber þjónusta, hvernig var veðurfar jafnvel á stöðunum og ýmis náttúrugæði, glæpatíðni, mengun og umferðarhnútar og ýmislegt fleira sem komu þarna inn seinna og síðan þróast þetta áfram og menn eru sífellt að taka inn fleiri og fleiri þætti, atvinnuleysi, áhætta, ýmis og annað þess háttar og þeir þættir sem að maður svona les þegar maður fer í gegnum allan literatúrin frá upphafi að þá eru þessir þættir sem að birtast í röð. Þetta eru svona þeir sem standa út úr hvað varðar mikilvæga þætti sem stýra og hreyfa við fólki til og frá og milli landshluta og í rauninni þessi 40 þættir sem að við erum að vinna með hér byggja mjög mikið á þessum rannsóknum en síðan höfum við tekið inn nokkra svona sértæka þætti sem við viljum hafa með sérstaklega fyrir okkar skjólstæðingar sem eru sveitarfélögin og íbúar þeirra hér allt í kringum landið. Og það sem við gerum síðan eða höfum gert að vinna þetta grafískt, við reiknum út meðaltal eins og ég sagði áðan og þá fyrst fyrir þá stöðu þáttana sem þá hversu góðir eru í hverju byggðarlagi eða hverjum landshluta fyrir sig og síðan mikilvægi þeirra eftir þeim svörum
sem þar voru og þegar við erum komin með í rauninni 2 meðaltöl fyrir hvern þátt innan tiltekins landshluta, þá hægt að hnitsetja þau í tvívíðu plani og stilla þessu upp sem punktariti eins og hér kemur fram. Og þá sjáum við það til dæmis ef við tökum þáttinn náttúra, þetta aðgengi að fjölbreyttri náttúru, þá fær hann sem sagt meðaleinkunnina 4, rúmlega 4,5, 4,67 eitthvað svoleiðis á stöðuskalan, eins og við sjáum hér, en einkunnina 4,4 á mikilvægisskalan. Og við sjáum þá að ef við skiptum þessari mynd upp í 4 fjórðunga, að þá best að lenda í þessum fjórðungi hér hægra megin efst, því þar eru þættirnir bæði í bestri stöðu og mikilvægistir fyrir búsetuna, hafa sem sagt mjög mikil áhrif á hvort fólk að hugsa sér til flutnings eða ekki. Og þá verst líka að lenda hérna í hægra horninu neðst, þar sem að staðan verst og mikilvægi líka mest, þannig að séu margir hérna í þessum fjórðungi hér, að þá það eitthvað sem við þyrftum að huga sérstaklega að. Nú, þetta sem sagt þá niðurstaðan fyrir könnunina 2020 fyrir alla þáttakendur, og hún kannski segir ekki endilega mikið fyrir við förum að brjóta hana upp, og þá getum við notað svokallaða mismunagreiningu, og við getum bæði notað mismunagreiningu til þess að skoða afstöðu milli einstakra hópa, þá annaðhvort með tillit til rýmis eða landrýmis eða landshluta, eða lýðfræði, til dæmis afstöðu milli karla og kvenna eða innflytjanda og heimamanna, ef svo má segja. Og við getum skoðað hvar hallar á viðkomandi hópa eða hvar þeir hafa yfir höndina og svo framvegis í afstöðu til hvers annars. Og síðan getum við skoðað þá einhvers konar frávikagreiningu þá á milli kannana, og það það sem við ætlum að gera svolítið hér varðandi breytinguna fyrir og eftir COVID, getum við sagt. Nú, áður en við leggjum í það, að þá langar mig að sýna ykkur hér til dæmis eina grófa mynd þar sem ég skoðaði muninn á milli landsbyggðarinnar og höfuðborgarsvæðisins, og hér í þessum bláa kassa sem þið sjáu hér þá í svona mismunagreiningu, og þá eru það þættir þar sem að landsbyggðin hefur í rauninni yfirhöndina, sterka yfirhönd gagnvart höfuðborgarsvæðinu, en aftur í rauða kassanum hér að þá þessu öfugt farið, þarna eru veikleikar landsbyggðarinnar gagnvart höfuðborgarsvæðinu áberandi sterkir, og síðan eru gulli og græni kassin, það sem að hlutirnir eru minna mikilvægir á landsbyggðinni heldur en á höfuðborgarsvæðinu, og þeir skipta þá aðeins minna máli í þessum samanburði, en skipta samt einhverju liti máli. Og þá erum við komin að svona mismunagreiningamynd fyrir þá árin 2016 og 17 og gagnvart 2020. Og við sjáum þá hér að fyrir neðan þessa láréttu línu, að þar hafa hlutirnir versnað á milli kannana, en fyrir ofan þessa láréttu línu að þá hafa hlutirnir batnað á milli kannana, þar að segja þeir eru þá betri í COVID-ástandinu heldur en fyrir COVID-ástandi, og athygli vekur að þeir eru fleiri punktarnir sem lenda fyrir ofan þessa línu heldur en þeir sem lenda fyrir neðan hana. En þá athyglisvert að skoða hvað það sem og nota bene að þetta, hérna erum við bara með þá 5 landshluta sem voru með bæði árin, það þá Suðurland, Reykjanes, Vesturland, Vestfirðir og Norðurland vestra. Nú, ef við skoðum hvað að batna og hvað að batna sem mest, og þarna kemur fasteignamarkaðurinn
best út og þá að hafa það hugfast líka að fasteignamarkaðurinn hefur og reyndar ennþá þau búsetuskilyrði sem hafa komið hvað verst út árum saman, segi ég, því að við erum búin að gera þetta lengur á Vesturlandi heldur en í öðrum landshlutum. Við höfum gert svona kannanir frá 2004 og 3 ára fresti, þannig við höfum nokkra röð fyrir Vesturland og alltaf eru þessir þættir á fasteignamarkaðnum, það eru alltaf þættirnir sem koma verst út, en þeir snarbatna á milli kannana og þetta verður maður eiginlega að telja COVID-tengt, einfaldlega vegna sveiflunnar sem varð vegna ferðaþjónustunnar. En það jú þekktu við og vissum þegar að ferðamenn voru miklu fleiri á árunum fyrir COVID, að þá var mjög mikill þrýstingur á fasteignamarkaði. Sífellt fleiri íbúðir voru keyptar til áframleigu vegna ferðaþjónustu, Airbnb og ýmislegt fleira og þetta höfum við séð hér á Vesturlandi versna ár frá ári, bæði fjöldi íbúða til leigu og íbúðir til sölu líka, sem þá þessi þáttur hérna, þetta eru íbúðir til sölu og þetta eru leiguíbúðir hér. Þetta sem sagt að lagast heilmikið á milli kannana. En það sem að versna hins vegar þættir tengist vinnumarkaðnum. Atvinnuöryggi versnar hvað mest. Atvinnuúrval líka, það versnar en ekki eins mikið og atvinnuöryggi. Og svo möguleika til eigin atvinnureksturs, 3. punkturinn. Þannig að vinnumarkaðurinn auðvitað og eðlilega að versna töluvert og mikið á milli kannana út á landi. En síðan við með þátt eins og sem að batna líka á milli kannana sem tengd umferðinni. Og það þekktum við líka og munum eftir að með aukinni ferðaþjónustu þá jókst álagið á vegakerfið og við sjáum að staðan gagnvart því að batna mjög mikið hérna. Hérna umferð, þetta eru umferðarteppur eða hversu greið umferðin gengur fyrir sig, þetta sá þáttur. Hann batnar ekki eins mikið og vegakerfið í heild samkvæmt þessu. En svo erum við með þátt sem heitir umferðaröryggi eða örugumferð og hann að lagast þarna líka mikið á milli kannana. Það sem við sjáum líka og athyglisvert og við tengjum líka COVID og það þessi mikla einangrun, félagslega einangrun sem hefur orðið hér það að bæði það sem við köllum gott mannlíf sem að tengist á félagslífi á stöðunum og þess háttar og svo aftur menning sem hér að þarna þessi 2 punktar að versna á milli kannana og það stemmir miðað við það sem við upplifum í aukinni einangrun vegna COVID. Síðan má nefna mér þótti athyglisvert að sjá til dæmis stöðu framhaldsskóla, hún reyndar batnar á milli kannana en það sem eiginlega vakti athygli mína sérstaklega að mikilvægi framhaldsskóla á stöðunum í sveitafélaginu að aukast mikið og við sjáum það á því að allt hægra megin þessa lóðréttu línu hér að aukast að mikilvægi á milli kannana og þá sjáum við líka þjónusta við fólk í fjárhagsvanda að auðvitað aukast gríðarlega á milli kannana líka en þar sjálfsagt engin breyting á stöðunni en þannig kemur fram mikið aukið mikilvægi getum við sagt. Og sama gildir þjónustu við útlendinga. Það reyndar að tvennum ástæðum. Við fengum miklu betri svörun hjá útlendingum eða innflytjendum í þessari könnun heldur en þeirri fyrri. Þannig það útskýrir þetta hækkandi meðaltal á margan hátt og
og hérna, það er einhver með opið fyrir mæki, heyrði ég. Já, allavega, að þá er sem sagt, það er líka, já, sem sagt, aukin þátttaka útlendinga veldur auðvitað því að þessi breyting á sér stað, en líka hitt að hérna, innflytjendur hafa orðið, þeir eru miklu fleiri í sem sagt, í hópi þeirra sem er að missa atvinnuna í þessu ástandi og það útskýrir þetta ábyggilega líka einhver miklu leyti. Nú, já, og við getum svo sem dregið þessa kassa hérna í kring til þess að ramma þetta svolítið inn, en mér langar aðeins að brjóta hérna betur upp. Ef við skoðum hérna til dæmis muninn á milli karla og kvenna og sem sagt á milli áranna, við erum með árin hérna, 2 súlurnar 2020 hér og svo fyrir könnunin hér, og við sjáum að íbúðir til sölu er að batna heilmikið, og við sjáum að kannski fyrst og fremst að karlar virðast heldur ánægðari með yfirleitt með íbúðir til sölu heldur en konur, stöðun á þeim markaði, og þetta breytist nú ekki á milli kannana, ekki á milli kynjanna í sjálfu sér. Við sjáum sama með íbúðir til leigu, þar er nú munurinn heldur meiri jafnvel á milli kynjanna, en virðist ekki breytast endilega á milli ára, sem sagt á milli fyrir og eftir COVID. Atvinnuöryggi, þar eru kallar virðast vera öruggari atvinnu heldur en konur yfirleitt. Það versnar á milli kannana, sjáum enga sérstaka breytingu endilega konum í óhag á milli þeirra kannanana. Atvinnuúrval, þar hins vegar er athyglisvert að sjá að staða kynjanna jafnast á milli kannana, þar sem að kallar eru svona heldur ánægðari. Það er þó ekki mikið, þetta er hérna, ekki víst að þetta sé margt, en þeir eru þó heldur ánægðari í góðari heldur en konur með úrval atvinnu. Nú, hvað varðar vegakerfið, þá er fyrir sem sagt í COVID, hérna áður en COVID kikkaði inn, að þá hérna var nú ekki mikill munur á milli kynjanna, hann jókst verulega hérna á sem sagt eftir COVID og þannig að kallar virðast vera að njóta þess betur, að það er auðveldara að fara vegina, en það er nú kannski, hefur líka verið sýnt fram á í annarri statistík að þeir eru líka að sækja lengra eftir vinnu, þannig að það allavega hvað vinnu varðar þá keyra karlar meira heldur en konur. Ef við skoðum hins vegar muninn á milli eldri og yngri þátttakenda í könnuninni, og yngri eru þá fólk á aldrinum 18 til 34 ára, þá er ekki mikill munur á íbúðum til sölu og það breytist heldur ekki svo verulega á milli kannana. Jú, það er eins og yngra fólkið, það er að segja eldra fólkið virðist fagna heldur rýmri stöðu á fasteignamarkaði. Og hérna, hvað varðar leiguíbúðir, þá er sem sagt yngra fólki heldur óánægðara og munurinn helst nokkuð óbreyttur á milli kannana. Atvinnuöryggi hins vegar, þá er yngra fólkið miklu brattara fyrir COVID og ánægðara með heldur en eldra fólkið, en svo jafnast þetta nú svona heldur staða þeirra hérna á COVID-árinu, en það atvinnuöryggið verður verra eins og áður sagði, en svo er athyglisvert þetta með atvinnuúrval, að yngra fólkið er miklu ánægðara fyrir COVID með atvinnuúrvalið, en eftir hérna að COVID-árið kikkar inn, að þá er það hérna óánægðara heldur en eldra fólki, þannig að sveiflan er miklu meiri hjá yngra fólkinu hvað varðar atvinnuúrval hérna hjá yngra fólkinu, heldur en þeim sem eldri eru. Vegakerfið,
Þar eykst munurinn svolítið á milli eldri og yngri. Það er að segja eldra fólki virðist nýta sér eða njóta þess betur að geta farið vegina með minni trafík. Nú svona tíminn líður. Ég var aðeins að skoða auðvitað stöðu innflytjenda, sérstaklega 2020 þar sem að við náðum 900 virkum svörum og við sáum að ég gerði nú svona samanburðarkort á milli kannana fyrir innflytjendur, þó svo að við verðum að hafa það hugfast hér að þátttakendur voru í rauninni allt of fáir 2016-17 sko. Það voru ekki nema 225 svör þar sko. Þannig að það er náttúrulega að sumu leyti ekki gott að vera að gera svona kort upp úr því. En ég gerði það nú samt og við sjáum í rauninni reyndar staðan hvað var það leiguíbúðir, þeir virðast vera heldur ánægðari. Já, og það er í samræmi við það sem kom fram áður en íbúðir til sölu, þar sjáum við ekki þessa sveiflu hjá þeim. Atvinnuöryggi, það er sama sagan og hjá okkur eða könnun í heild og svo möguleika til eigin atvinnureksturs líka. Þannig við erum með þessa svona atvinnuúrvali hins vegar er ekkert að versna, það hvorki versnar né batnar þar samkvæmt þeim. Og svo er þarna þjónusta við útlendinga sem er að versna samkvæmt þessu. Vegakerfið lagast og örugg umferð líka en umferðarteppur telja þeir vera versna og ég held að megi rekja það til þess að í þessum tölum er ég með í rauninni öll svör útlendinga og þar eru við líka með töluvert marga á höfuðborgarsvæðinu og það getur nú útskýrt þennan mun. Þannig að þessi mynd er að sumu leyti erfið við að eiga þessum samanburði. Nú ef við berum hins vegar saman Íslendinga og innflytjendur að þá sjáum við kannski tvennt út úr þessu. Við sjáum að það eru þessi vinnumarkaðsþættir í þessum kassa eru innflytjendur miklu óánægðari með stöðuna heldur en Íslendingar og hér eru þeir ánægðari og við sjáum kannski tvennt hér að það eru þessi vinnumarkaðsþættir, atvinnuöryggi, möguleika til eigin atvinnurekstrar og atvinnuúrval, þeir eru allir miklu óánægðari með það heldur en Íslendingar. Og síðan sjáum við að þeir eru óánægðir með allt skólakerfið meira og minna. Tónlistarskóli, grunnskóli, leikskóli, framhaldsskóli og hvar var nú háskólinn? Hann var, já, ég veit ekki hvar hann lenti, já, ég sé það ekki alveg í svipinn, en ég held að hann getur nú að lent hérna fyrir ofan, já, hann er hérna. Þannig að í rauninni þessi slæma útreið skólakerfisins okkar er kannski að segja okkur það og vinnumarkaðarins er í rauninni kannski að segja okkur það saman að við þurfum einhvern veginn að huga að tungumálakennslu þessa hóps því að það setur auðvitað þetta fólk í allt aðra og verri aðstöðu heldur en Íslendinga ef að tungumálið er ekki gott bæði hvað varðar skólakerfið og vinnumarkaðinn. Nú, í lokin þá tók ég saman, það var önnur sérstök spurning, hefur ekkert með búsetuskilyrði endilega beint að gera, ekki þessi 40, en við spurðum hversu langt er á milli heimilis þíns og vinnustaðar og við sjáum að á milli kannana það dregur hressilega saman. Hérna er ég reyndar að bera saman dreifbýli og þéttbýli og við sjáum að það er munurinn á milli dreifbýlis og þéttbýlis er kannski ekki að breytast endilega mikið hlutfallslega en dregst mikið saman í absolút fjarlægðatölum. Ef við skoðum eins og konurnar, hvað þetta snerti, þá er athyglisvert að sjá að það er engin munur eða nánast miklu minni, hann er einhver, á milli kvenna í þéttbýli, hann er hverfandi lítill í samanburði kvenna í dreifbýli, breytingin á milli kannana. Þannig að hvað þetta þýðir nákvæmlega, þannig maður eiginlega bara skoða aðeins betur. Það virðist vera sem konur í dreifbýli
séu að fara miklu styttra vegna heimilis og vinnu. Auðvitað maður að hugsa störf og staðsetningu, maður er líka að hugsa bara fólk sem hefur þurft að vinna heima vegna COVID. Það þessi breyting sem ætti að koma fram í svörun við þessari spurningu. Lokum, annmarkarnir eru kannski fyrst og fremst það að við erum alltaf í pínlítið vandræðum með að ná í yngstu hópana, sérstaklega fólk á unglingsaldri og svona upp úr 20, og við þurfum að styrkja okkur þar. Konur eru lítið eitt fleiri en karlar meðal þátttakenda sem þarf að segja miðað við íbúa þessa raunverulega íbúa dreifingu á milli kynjanna, þannig að það þyrfti að reyna að fá fleiri karla inn í könnunina og útlendingar, þó að staðan hafi batnað heilmikið núna og við getum unnið heilmikið með þau gögn, og þá mættu þeir vera fleiri. Þannig nú, ég þakka bara fyrir áheyrnina og reikna með vonandi fæ ég einhverja spurningar, segjum bara frekar. Grétar. Kannski viltu hafa þetta uppi áfram bara, eða? Já, kannski ef að spurningar koma. En allavega þá er opið fyrir spurningar og komment. Þið getið notað tjattið eða rétt upp hendina. Já, nú erfitt með að átta mig á uppréttum höndum þegar þú ert með þetta á. Já, heyrðu, ég kannski bara tek þetta af. Smellir þessu bara upp aftur. Greta Bergrún var að rétta upp hönd. Þarna kom það, gjörðu svo vel. Já, takk. Við viljum þetta var áhugavert. Eitt sem ég er að spá, það sem þú varst að sýna hérna síðast með það að konur var að fara styttra frá vinnustað. Ertu með skiptingu á þessum störfum? Þá er ég aðeins að spá, eru þetta konur sem eru þá bara almennt í þjónustustörfum? Nú til dæmis var það í umræðu í COVID að konur sem eru að sinna, það eru elliheimili, fleira svona, sem þú ert ekkert að geta unnið heima, Ertu með einhverja skiptingu í rauninni á því þessari svörun? Nei, ég er ekki með hana, Ég á alveg eftir að vinna þetta dýpra. Þetta eru svona fyrstu niðurstöður og ég auðvitað hvarflar að manni, getur verið að þetta sé einhver hluti vegna að konur í dreifbýli hafi hlutfallslega verið fleiri að vinna í ferðaþjónustu. Það er ein svona eitthvað sem gæti verið tilgáta að testa, og ég á alveg eftir að brjóta þetta upp og skoða þetta. En núna er ég komið, ég er með núna rúmlega 2000 svör í báðum könnunum, frá fólki sem býr bara eingöngu í dreifbýli, Þannig þetta er fínt stabbi til að vinna úr, Já, takk. Já, skulum sjá. Ég sé nú ekki hvernig maður á að rétta upp hönd hérna. Jæja, þú ert allavega næstur. Ég get verið næstur. Já. Jón Þorvaldur hérna. Já. Þú varst með þessa mismunaða greiningu á milli 2020 og síðan 2016-17 eða hvað var. Og þá var allt saman orðið mikilvægara heldur en áður. Já, akkurat. Og ég bara speklar í hvaða skýringar á þessu? Er þetta einhvern veginn þannig að fólk metur meira það sem það hefur þegar það kemur eitthvað svona alheims áfall? Já, það er. Og heldur en áður eða? Já. Mikilvægara heldur en. Já, það er athyglisvert að þetta raðast svona. Já, það er svona helst eitthvað slíkt, að maður myndi reyna að skýra það út þannig að enginn veit hvað átt hefur fyrir mist hefur. Það er kannski einhver þessi tilfinning, Þannig að þegar það þrengir að þá eru einhvern veginn allir bjarghringir mikilvægir, En það er þó á sama tíma gaman að sjá
að fólk virðist kunna meta mjög marga þessara þátta betur eftir heldur en fyrir. Ég líka að spekulera sko hvort að ef það einhver svona áhrif í þessu, hvort að það hafi sko áhrif inn í þessa ánægju einhvern sem þú varst að gefa, til dæmis eins og bara með vegakerfið, eitthvað slíkt. Það sko sé ekki bara það að sé færri túristar, heldur bara að þú ert eitthvað ánægður með að sé vegakerfi heldur en þegar allt er full swing sko. Sem sagt hvort þú ert bara frekur í sko uppsveiflunni en í áfallinu þá ertu þakklátur. Já, ég held að gæti verið bland beggja sko. Við sjáum sko að þeir þættir sem eru breytast hvað mest, það er alveg greinilegt að það er aðstöðumunurinn á milli þessara skoðanakannana sem hefur þar áhrif sko. Og vegakerfið er í topp 5 sko, hvað breytingarna varðar. Og þannig að ég myndi halda að það sé alveg augljós breyting vegna COVID og einkum og sérlega vegna þess að ég er búinn að fylgjast lengi með bæði vegakerfinu og fasteignamarkaðnum á Vesturlandi og þú sér þessa punkta bara falla könnun frá könnun eftir því sem að ferðamönnum fjölgar á Vesturlandi. Þannig að og síðan fáum við allt í einu þessa uppsveiflu skiljiði. Þetta er í fyrsta skipti sem þetta lagast á Vesturlandi síðan 2004 og ég held að það sé ekkert launungum mál að það er vegna þess að það er minna af fólki á vegunum, ekki bara sem ferðamenn, heldur fólk er að keyra miklu minna út af COVID. Það er líka Íslendingar og innflytjendur á vinnumarkaði sem eru að fara styttri leiðir vegna vinnu. Vífill, það er hérna inn á tjattinu spurning frá henni Eddu Ara. Hafið þið nokkra niðurstöður störf án staðsetningar? Hvort mikilvægi þeirra að fjöldi hefur aukist? Það er hvort að við settum inn nei, við settum ekki beint inn slíka breytingu en hún kemur, þar að segja við settum ekki inn í þessa nýju könnun, við vorum ekki með þetta í eldri könnunum. Nei. 2020 könnunum var þetta ekki tekið sérstaklega en við erum hins vegar að spyrja sko meira sko hvort menn er að fara langt á milli, hvort menn er til dæmis að vinna í öðru sveitarfélagi eða búa og þess háttar, svolítið að treysa það en það sem við munum trúlega að gera næst er að við munum aðskilja kannanirnar eða brjóta þessu upp í tvennt. Þetta er eiginlega íbúa og vinnumarkaðskönnun og við það munum við setja inn slíka spurningu. Þannig að hún er ekki til núna. Okay. Takk kærlega fyrir þetta. Þetta hér sem sagt. Já, takk sömuleiðis fyrir spurninguna. Þetta nefnilega hefur breytt svo miklu COVID fyrir mig. Bý í Eyjafirði, ekki á Akureyri. Ég er búin að vera að vinna fjarvinnu í 17 ár. Já. Og COVID er það besta sem hefur komið fyrir mig á ævinni. Okay. Af því að allt í einu að hægt að gera allt fjær. Já, nákvæmlega. Já. Sko þetta er eitthvað sem á eftir að aukast. Ég hugsa að það var ákveðin tregða, fannst okkur lengi vel soldið sem mátti rekja til yfirstjórnenda fyrirtækja. Það er auðvitað ofsalega gott að hafa sem flesta starfsmenn arfslengdina frá sér og En nú bara eftir þessa reynslu þá held ég að menn sjá þetta alveg í nýju ljósi og ég tala nú ekki ef menn eru með skrifstofur á dýrum svæðum, segjum höfuðborgarsvæðinu. Þá getur menn sparað helling í leigu eða
húsaleigu og þess háttar með því að heimila fleiri starfsmönnum að vinna heimanna frá sér og það getur bara létt töluvert á. Ég veit stofnanir á höfuðborgarsvæðinu sem að flýja til dæmis 101 og annaðhvort til Hafnarfjarðar eða lengra út á land, einfaldlega bara út af leigukostnaði. Þannig að ég held að það sé bara tækifæri í þessu fyrir alla. Ég get nú kannski bara komið sjálfur hérna inn, fundarstjórinn, og svona á sömu línu með þetta. Ég hef náttúrulega í áratugi verið hérna fyrir norðan og náttúrulega stundum oft á tíðum verið svolítið erfiður með það að vera að þvælast í Reykjavík fyrir einn fund og hef oft þráast við að fá að vera fjartengdur og það hefur gegnum tíðina ekkert verið of vinsælt. Ég hef þótt svona svolítið erfiður og vil ekki taka þessa ferð á mig fyrir hendur fyrir kannski 1-2 tíma fund, sko. En staðan náttúrulega allt önnur í dag. Já. Þetta bara þykir sjálfsagt og það kunna orðið allir á þetta. Þessi hugbúnaður hefur þróast mjög mikið á einu ári. Það hefur farið fram og allir kunna orðið á þetta og maður sparar tíma og peninga og það ekki bara við sem störfum út á landsbyggðinni sem að spara peninga. Það eru líka þeir sem hefðu viljað borga undir mann flug sem að spara þá peninga, sko. Þannig að það sparnaður alls staðar, sko, í gangi út af þessu. Já. Mín tilfinning svo að þetta sé svona allavega hvað fundi varðar verði svona ein af þessum viðvarandi afleiðingum faraldursins. Það svona mín tilgáta. Já, það önnur birtingarmynd af þessu. Það heilbrigðiskerfið. Þetta eitthvað sem að Danir eru búin að vera að þróa lengi, svona fjarlækningar getum við sagt. Og það hefur nánast ekki verið hægt að fá nokkuð lækni til þess að þjónusta mann vefinn, en ég held að það muni breytast verulega og það skiptir auðvitað miklu máli fyrir landsbyggðina. Það sem að eitt af því sem kemur verst út sem misskipting á milli landshluta einmitt heilbrigðisþjónusta og við vitum það að við munum aldrei geta fengið sérfræðinga til að búa á litlum stöðum út á landi og flestin. Það meira þess að vandamál að fá sérfræðinga til að starfa við fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri, hvað þá annars staðar á landsbyggðinni. En með þessu móti þá ættu við að geta jafnað aðstöðu landsmanna með því að nýta þessa tækni miklu meira og það mun skipta sköpum fyrir þessi byggðarlög, myndi ég halda. Það Hildur Elvarsdóttir búin að biðja orðið. Takk. Mér fannst rosalega áhugaverð birtingarmyndin varðandi erlent fólk sem býr á Íslandi varðandi menntakerfið. Og ég flutti aftur til Íslands í desember fyrir COVID eftir 8-9 ára dvöl erlendis og með barn og það var mjög áhugavert hjá okkur að öll sérþjónusta sem hann átti rétt á datt niður út af COVID. Já. Þannig að það alveg náttúrulega svolítið áhugavert að áður ég flutti til Íslands þá var svo mikið talað að menntakerfi getur tekið svo rosalega vel á móti erlendum krökkum eða Íslendingum sem hafa búið erlendis. Og þetta náttúrulega bara sýnir það að það ekki rétt og að útlendingar sem búa á Íslandi að upplifa allt annað heldur en Íslendingarnir. Þetta náttúrulega bara, minnst þetta mjög áhugaverð mynd sem þú setur upp en hvað var það sem að fékk heldurðu fólki til að svara frekar núna í COVID eða þessari könnun heldur en könnunum hér áður? Já, innflytjendurnir. Já, það var við bara lögðum miklu meiri vinnu í þetta. Þetta var alveg botlaus vinna reyndar að ná þeim með. Það mjög erfitt að ná þeim, það var miklu erfiðara meira þess að ná þeim núna heldur en í fyrri könnuninni því að
Þeir eru bara ekkert, sko, að því við notum þessa aðferðafræði, við sem sagt hringjum í fólk og byggjum þau að taka þátt og ef þau eru til í það, þá afhentu þau netfengi sín og svo svaraðu könnuninni. En innflytjendur eru nánast aldrei með skráðan síma. Þannig að, og það hefur versnað meira segja á milli þessara ára og ein skýring á því til dæmis sú að núna kostar jafn mikið að hringja úr síma hvað sem þú ert á Evrópusambandsvæðinu. Þannig að útlendingar sem flytja hingað, segjum frá Pólandi og koma að vinna hér, þeir eru bara með sinn pólska síma. Og hann ratar hvergi inn í skrár hér, sko, og það er ein skýringin, sko, en svo held ég bara almennt séð og það á við unga fólki líka að fólk er bara miklu minna að skrá símana sína á já.is. Þannig að þetta fer að verða svolítið erfitt og við notuðum alls konar leiðir, fórum í gegnum, sko, félög, Pólverja og Íslandi og svona, þetta var mikil, bara við lögðum bara miklu meir vinni í þetta. Það var ekki nóg að þýðana bara yfir á pólsku og ensku. Það þurfti að vinna þetta bara handmoka fólki inn og nota sambönd og allt þess háttar. Þannig að það var í rauninni bara það sem við gerum. En þá síminn kannski orðið úrelt jafnvel að fara að verða úrelt í svona könnunum? Já, ég eiginlega fann að óttast það, sko, af því að við þurfum kannski að fara að hugsa þessa aðferðafræði okkar alveg upp og nýtt, sko, annars getum við lent í þessari fáránlegu skekkju, sko, við erum með einhverja eins og skoðanakannanir ýmislegt á Íslandi að við erum ekki með innflytjendur, það er náttúrulega, þetta er svo stór hópur hér, það gefur svo skakka mynd. Ég sé að hendin er uppi hjá Gretu Bergrúnu. Varst þú að biðja orðið eða gleymdur að taka hendina niður áðan? Ég er bara ábyggilega ekki kunna að taka þetta niður. Já, ok, allt í lagi. Ég vildi bara vera við. Ég get nú kannski fer að líða að lokum hjá okkur. Ég nota tækifærið og vakja athygli á því að það er nýlega komin út væn skýrsla upp úr verkefni sem var unnið hér af fólki aðalega við Háskólann á Akureyri, reyndar við Háskóla Íslands aðlögun innflytjenda íslensku samfélagi og byggði á meðal annars könnun meðal innflytjenda þar sem að 2200 svöruðu. Það var farið svolítið öðruvísi leið við að ná í útlendingana, það var í gegnum símenntunarmiðstöðvar og fleira. Svona snjóboltaleiðin eins og maður kallar það í úrtaksfræðunum. Já, þetta var svolítið svoleiðis. Þetta allt saman inn á vef háskólans. Er þetta könnun sem Markus leiddi? Já, 2018. Já. Sem Markus Mekl var. Það er mjög flott gögn. Nú erum við eiginlega bara búið með tíman. Er einhver mjög áríðandi spurning frá einhverjum sem að... Nei, ég sé að svo er ekki, en þá ætla ég bara að nota tækifærið og þakka fólki. Það voru hér yfir 60 manns þegar að mest var á fundinum sem að þykir nú bara fínt. Og þá ætla ég bara að þakka ykkur kærlega fyrir komuna og þáttökuna. Já, takk fyrir mig. Bara mjög skemmtilega spurningar og já, takk fyrir að fá að kynna þetta efni. Já, þá segi ég bara málstofunni lokið og verið sæl. Bless.